kvöld inn í Hljómahöll, þriðjudaginn 4. maí, klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðriksson, Margrét Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Það eru 9 mál á dagskrá fundarins, en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 21. og 29. apríl, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. apríl, númer 3 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 20. apríl, númer 4 fundargerð framtíðarnefndar frá 21. apríl, númer 5 fundargerð barnaverndarnefndar frá 27. apríl, númer 6 fundargerð íþrótta- og tómstaráðs frá 27. apríl, númer 7 þjónustu- og gæðastefna Reykjanesbæjar og það er síðar umræða, og númer 8 ný heilsugæslustöð á Suðurnesjum og síðasti liður númer 9 ársreikningur Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar fyrir árið 2020 fyrir umræða. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskráliði sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 29. apríl. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 29. apríl við berum að gefa merki. Þær eru samþykktar 11:0 og þá er það númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. mars og að venju eru þarna nokkur mál sem að þarf að taka til sérstakrar afgreiðslu. Þau eru 4 í þetta skipti og það fyrsta er liður númer 2 sem er Borgarvegur 24, leiðrétting á lóðarmörkum. Þetta er erindi sem að var á dagskrá bæjarstjórnar 7. apríl síðastliðinn og þá samþykkti bæjarstjórn tillögu forseta að vísa málun aftur til umhverfis- og skipulagsráðs þar sem að afgreiðsla umhverfis- og skipulagsráðs var ekki skýr. En nú hefur málið verið tekið fyrir aftur í ráðinu og með rökstuðningi, þannig að það er ekki til fyrirstöðu að afgreiða málið. Orðið er laust þennan lið. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil gera það að tillögu minni hér að þessu máli verði vísað aftur til umhverfis- og skipulagsráðs og við finnum lausn á þessu máli. Að reyna að ná sáttum á milli Reykjanesbæjar og eigandan Eggerts. Ég geri þetta tillögu minni. Takk fyrir. Kannski bara meðan fólk aðeins veltir þessu fyrir sér, þá langar mér bara að rifja þetta aðeins upp. Þetta var greinilega á dagskrá eins og kemur fram í fundargerð ráðsins í desember, þannig að þetta er búið að hafa sinn aðdraganda þetta mál og það er greinileg einhvern misræmi sem á sér stað á lóðablaði og því sem er svo rukkað fyrir lóðalegu og það er greinilegt að það hefði átt að rukka fyrir lóðalegu til samræmis við það blað sem hafði verið gefið út eða miðað við þegar þetta var þetta sem svo var breytt held ég árið 1996 ef ég fer rétt með. Þannig að þá taldi Reykjanesbær að við þyrftum á þess að halda þessu svæði þarna af því að það kemur að því líka að við ætlum að fara að kannski tvöfalda Njarðarbrautina sem að við þurfum væntanlega að gera og helst
ekkert innan mjög langs tíma. Og þá staðan þessi að við þurfum á þessu svæði að halda. Þannig ég fyrir mitt leyti tel eðlilegt að við tökum undir samþykkt afgreiðslu ráðsins á þessum tímapunkti. Nú það er greinilegt með að við það erindi sem við fengum frá íbúa þarna að það er ekki allir sáttir, en þannig það bara oft á tíðum þegar afgreiðslur sveitarfélaga að ræða. En ég myndi leggja til að tillögu bæjarfulltrúa Miðflokksins verði hafnað eða vísa frá. En bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka undir orð forseta. Ég held að það er ljóst að þarna er orðið ósamræmi, en aðalatriði í þessu það að staðan er núna, þá þarf sveitarfélag á þessu að halda, og eins og kemur fram í bókunni að þá hefur starfsmenn umhverfissvið verið falið að fylgja málunum eftir og ræða við íbúa, og það á eftir að koma einhver niðurstaða út úr því. Hvort að það verið einhver endurgreiðsla á lóðargjöldum, menn munu skoða þetta. En ég er sammála forseta og legg til að við samþykjum þessa fundargerð og vísum frá tillögu Miðflokksins. Margrét Sandís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Þegar að fulltrúi Miðflokksins kom með þessa tillögu, að þá var verið að nefna við okkur að aðrar upplýsingar hefðu komið fram sem hefðu ekki komið fram áður, og það er náttúrulega óþægilegt þegar verið að fjalla um máli ef að svo er. Ég held að við ættum bara að samþykkja þetta, en ef að það kemur í ljós eitthvað ný gögn, þá erum við algjörlega tilbúin að endurskoða okkar afstöðu. En þar sem við erum ekki með neinar upplýsingar það, og við fjöllum þetta með fulltrúa okkar í ráðinu á sínum tíma, eða bara fyrir þennan fund og vorum að undirbúa okkur, þá vorum við alveg tilbúin að samþykkja þetta, eða samþykkja niðurstöðu umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að ég mun samþykkja þessa niðurstöðu, en er alveg tilbúin að skoða ef að ný gögn koma fram sem að sýna mér fram á að við höfum ekki fengið allar upplýsingar sem eiga verið í málinu. Takk. Það var fleiri óskað eftir að fá að taka til máls. Já, ég einhvern veginn upplifa þannig að þegar að við erum að sjá, samkvæmt rökstuðningi í málinu, að lóðablað frá 1999 hafi sýnt þetta svona, og að loftmynd frá árinu 1996 hafi staðfest þetta, þá sé það nægilegt fyrir okkur til þess að byggja okkar ákvörðun á. Síðan það bara spurningin, hvað fekk viðkomandi lóðarleigu í samræmi við þetta? Og það held ég að þurfa að skoða, og ég held að það sé hluti af þessari ákvörðun að það verði skoðað. Þannig að ég held að við verðum bara ganga til atkvæðagreiðslu tillögu bæjarfulltrúa Miðflokksins. Ég held að sé nú alveg óþarfi að vísa henni frá. Við getum bara greitt atkvæði tillöguna sjálfa, hvort að við séum tilbúin til þess að fara að vísa þessu aftur tilbaka. Ég gerði það á sínu tíma, að vísa þessu tilbaka, af því að mér fannst ekki rökstuðningur nægur eftir samtal mitt við skipulagsstjóra. Þá gerði ég það tillögu minni 6. apríl að málið er sent aftur til umhverfis- og skipulagsráðsins til frekari umfjöllunar, og það hefur verið tekið upp og við erum með rökstuðningin sem á að duga okkur. En ég ætla þá að bera upp tillögu Miðflokksins, bæjarfulltrúa Miðflokksins, það að við vísum þessu aftur til ráðsins. Þeir sem samþykkt geta þá tillögu eru beðin að gefa merki.
Það er eitt sem að samþykki þá tillögu, þeir sem eru á móti því eru að byrja að gefa merki. Það eru 6, má ég sjá aftur, hverjir, þetta er 1 gegn 10. Takk fyrir þetta, þá er það næsti liður sem að er Djúpivogur númer 20, bílageymsla, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem óskar eftir að taka máls undir lið númer 3, þeir sem samþykkja lið númer 3 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það lið númer 4 og þar er að ræða stækkun á byggingu Iðavellir 1. Það orðið laust lið númer 4. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkja lið númer 4 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá var það Hafnargata 22-28. Orðið laust þennan lið númer 5. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkja lið númer 5 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0. Og þá eru þeir liðir komnir sem að þarf að afgreiða sérstaklega og þá er orðið laust fundargerðin öðru liti. Það er enginn sem kveður sér ljós fundargerðina. Þeir sem samþykkja fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að lið númer 3 sem er fundargerð menningar og atvinnuráðs á 20. apríl. Orðið laust. Friðjón Einarsson Geirsvöld. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, kemur til fundargerð 20. fundar menningar og atvinnuráðs. Ég langar bara aðeins í ástuttu máli fara yfir, það er eitt stórt mál hérna sem ég vil kannski ræða sérstaklega en á fundin kom Sigurkistur Guðlusson og fór yfir stöðu atvinnumála hjá okkur eins og venjulega og það er ljóst að við erum að taka mikið á núna málefnum atvinnuátak á þessu ári, þessu sumri og við gerum ráð fyrir eins og kom fram í fundargerð bæjarráðs að við erum að eyða 170 milljónum í atvinnuátak núna í sumar með þátttöku í verkefnum á vegum meðal annars með aðstoð ríkisins og Vinnumálastofnunar og gerum ráð fyrir að við séum að ráða alltaf 500 manns núna á vormánuðum. Vonandi tekst okkur ráð í öll þessi störf. Ekki tókst nú alveg ráð í öll störf í fyrra, námsmannastörfin, en vonandi tekst það núna og þannig að atvinnulífið fari sterkt af stað. Samstarfið við Vinnumálastofnun hefur gengið afbragðs vel og Reykjanesbær hefur verið mjög duglegur að ráða til sín fólk með aðstoð og lætur nærri að sé einhvers milli 30 og 40 mann starfandi á Reykjanesbær í dag á þennan hátt sem hefur verið mikið styrkur fyrir okkur að geta með aðstoð að koma fólki af stað aftur. Atvinnuleysistölunar eru jú breyttar en við gerum ráð fyrir því að við sjáum atvinnuleysi fara hratt niður núna. Við höfum heyrt sögur að það sé verið að ráða mikið af starfsfólki núna í tengslum við flugvöllinn og hér erum að ræða fleiri hundra manns og við gerum ráð fyrir því að atvinnuleysistölunar fari hratt niður núna á næstu vikum. Toppnum sé náð og við séum á leiðinni heim aftur. Ég hrósa sérstaklega starfsmönnum Súlunnar fyrir mikla og góða vinnu utanumhald. Þau gerðu þetta hluta til í fyrra líka og það mæðir mikið á þeim og ég vil gjarna hrósa þeim og þakka þeim fyrir frábæra vinnu í þessu verkefni. Ljósanátt, við stefnum að halda mikla og glæsilega ljósanótt og á fundinum kom Guðlaug María Lúis og fór yfir stöðuna á því og samkvæmt venju að þá kostar þetta mikla peninga og áætlun hljóðar upp á 20 milljónir en á móti þeirri tölu að þá er gert ráð fyrir því að fyrirtæki og einstaklingar styrki hátíðina og þá má þá komi ljós hversu niðurstöðutalan verður sem Reykjanesbær þarf að leggja í verkefni. En við gerum ráð fyrir því að verkefni Reykjanesbær sé í kringum 20 milljónir að þessu sinni. Og vonandi er þá COVID
að mestuleyti farið og við getum haldið glæsilega hátíð, en eins og við munum þá héldum við enga hátíð í fyrra. Það væri gaman að geta fagnað breyttum tíma með glæsilegri hátíð. Barna- og ungmennahátíðin er núna að hefjast, virkilega glæsilega hátíð og vel að henni staðið. Nú er þetta aðeins breytt. Þetta er barna- og ungmennahátíð, skammstöfun er Baun. Þetta hefur yfirleitt verið þekkt sem barnahátíðin, en þetta er að taka til stærri hóps, mikil þáttaka og hefur gengið afbragðs vel allur undirbúningur og til fyrirmyndar hvernig þetta hefur gengið eftir. Þetta er alltaf gleði tími þegar þetta er að hefjast og gríðarleg þáttaka. Síðan er það skapandi sumarstörf sem vakti mikla athygli í fyrra. Þar var námsmönnum, það var auglýst og fyrir námsmenn að fara í skapandi sumarstörf og það á að efla þennan hóp verulega og líka með aðkomu eldri hóps og jafnvel 2 hópa. Fjármagn hefur verið tryggt og það verður gaman að sjá hvað þessum hópi dettur í hug að gera í sumar. Það fór ykkur milli mála hvað þeir voru að gera í fyrra, skreyttu bæinn hátt og lágt, máluðu veggi og götur og vakti þetta mikla athygli. En auk þess þá voru þessir aðilar gríðarlega duglegir að kynna verkefnið á samfélagsmiðlum með vídeómyndum og teikningum og þetta var virkilega ánægilegt og gaman hvernig þetta gekk eftir. Þannig að þetta er svona byrjun á vonandi góðu og árangursríku sumri fyrir okkur hérna í Reykjanesbæ. Atvinnulífið að taka við sér og leið og menningin fær spark í rassinn og ég vona við gleðumst öll mikið í sumar á skemmtilegum stað. Margrét Sandís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Friðjóni að það eru jákvæð teikn á lofti og með hækkandi sól er bjartsýni að aukast og það er vel. Ég kem hérna aðalega undir lið nr. 3, Ljósanátt 2021 og vil bara ítreka það sem ég hef nefnt nokkru sinnum og það kemur einmitt fram í minnisblaði að þá er talað og verið að flagga því að menn hafa áhyggjur af styrkjum frá fyrirtækjum út af ljósanótt af því að við viljum halda glæsilega ljósanótt. Eðlilega er beigur í fólki en við vitum auðvitað að það er misjafn staða og örugglega mörg fyrirtæki sem geta komið með okkur í þetta og þá segi ég það sem að ég ætlaði aðalega að segja er að koma með okkur í þetta. Við höfum að vera saman að halda ljósanótt. Þetta er að mínum að þetta er ekki styrkur. Þegar ég var framkvæmdastjóri í Deloitte og við vorum með útibú hér í Reykjanesbæ, þá leit ég alltaf á að við værum með Reykjanesbæ að halda ljósanótt. Og við eigum að vera í þessu saman, fyrirtæki, fólkið og bærinn og gera þetta glæsilegri hátíð. Þannig að ég vil hvetja bara fyrirtækin að koma með okkur í ljósanótt og halda glæsilega hátíð hér í september og hreinlega að fara með bros á vör í veturinn sem verður væntanlega bjartur. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég vil bara fá að taka undir þessi orð ykkar að vera horfa svolítið björt fram á veginn. Það er auðvitað ánægjulegt ef það er að gerast sem að manni sýnist að bólusetningar er að taka bara rísastökk fram á við og staðan er þannig að við erum komin lengst Norðurlanda í bólusetningum þannig að þetta er bara mjög ánægjulega tölu sem við erum að fá og gaman að sjá að fólk er þakklátt og fyrir framistöðu þeirra sem hafa leitt þetta. Það klappa mikið fyrir þessu fólki okkar sem hefur staðið vörð og leitt okkur áfram í þessari baráttu. Mér langar líka að hrósa eins og bæjarfulltrúi Friðjón gerði starfsmönnum Súlunnar fyrir öll þessi
verkefni sem er verið að rinda á stað og það eru auglýsingar sem eru komnar inn á Reykjanesbæjar vefinn störf sem að geta verið í boði núna í sumar. Þetta eru margt bara mjög spennandi störf. Það er ekkert verið að rúa öllum í að reyta arfa eða tína grjót. Það eru fullt af flottum störfum sem að ungmennun okkar geta sótt og einnig líka bara megum við vera bjartsýn að flugstöðin okkar sé að lifna við. Við sáum það gerast helgina að Delta var að koma hér í fyrsta skipti held ég í 2 ár og þetta kom 8 flugvélar helgina og þetta lítur alltaf að telja í framhaldinu, þannig að þetta er bara spennandi tímar framundan. Við erum með sól skínandi hérna marga daga í röð, þannig að ég hlakka bara til sumarsins og að við getum notið þess að vera til. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem að hafa hvað sér ljós, þeir sem samtidig geta fundagerð menningar og atvinnuráðs eru beðin um gefa merki. Hún er samþykkt 11.0, þá var það fundagerð framtíðarnefndar og Styrmir Gauti Fjallsteð hefur beðið orðið. Forseti, fara með nokkur orð bara fundagerð framtíðarnefndar frá 21. apríl. Undir lið 1 þá kom Steinþór Þórðarson, framkvæmdastjóri Kölku og hélt fyrir okkur kynningu stefnu og framtíðarsýn Kölku. Ég þakka Steinþóri kærlega fyrir sitt erindi. Það er mjög áhugavert og mikilvægt að heyra reglulega hvernig máli standa hjá Kölku og hvert þau stefna, hvað varðar flokkun og meðhöndlun SOPs og annað er viðkemur starfsemi þeirra. Eins og fram kemur í þessari góðu kynningu þá munu yfirvofandi lagabbreytingar hvað varðar meðhöndlun úrgangs hafa mikil áhrif, en í þeim segir að þann 1. janúar 2023 skuli eiga sér stað sérstök söfnun á minnstakosti pappír og pappa, málmum, plasti, gleri, lífúrgangsefnum, textíl og spilliefnum. Þannig að það er auðséð að þetta frumvarp muni hafa mikil áhrif á starfsemina og stefnuna til framtíðar. Undir lið 2 er það svo hugmyndasöfnunin fyrir betri Reykjanesbæ. Í heildina voru sendar inn 93 hugmyndir sem er bara gott og sýnir áhuga á íbúa á þessu verkefni sem bara virkilega jákvætt. Og núna fer fram nokkurs konar úrvinnsla á þessum hugmyndum og svo verða kosningur þær hugmyndir sem verða svo fyrir valinu fyrstu vikuna í júní. Það mun vera auglýst betur þegar nær dregur. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 4 eða fundagerð framtíðarnefndar eru beðin gefa merki. Takk fyrir þetta og hún er samþykkt 11.0. Þá er það lið nr. 5 sem er fundagerð barnaverndarnefndar frá 27. apríl. Hún er ekki til afgreiðslu hér en að sjálfsögðu er orðið laust fundagerðina. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þá er það fundagerð íþrótta- og tónlistarráðs og þar hefur við beðið orðið Díana Hilmarsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma hérna inn á nokkra liði og svo fyrsti er liður 3 sem er lengri opnunartími í Sund sem er ekkert nema jákvætt það að segja. En frá með 1. maí þá hefur opnunartíminn verið lengdur á virkum dögum klukkutíma og hálftíma helgar og verður sá opnunartími einnig yfir vetrartíman. Ég á alveg von á einhverjum röddum sem að segja að það megi bara gera betur og já, það má alltaf gera betur en einhvers staðar verðum við að byrja. Og ég var sjálf alveg til í að sjá opnunartíman lengdan enn frekar og það sérstaklega við sumartíman. Hafsteinn sem er forstöðumaður íþróttamannvirkja, hann hefur fengið það verkefni að kanna með kostnað á enn frekari opnun og skila til ráðsins sem fyrst þannig að við sjáum hvað setur. Ég hvet fólk til að skella sér í laugina og sjá þessar flottu breytingar sem hafa átt sér stað. Liður 4 sem er samþætting skólastarfs við íþrótta- og tómstundastarf.
Núna 9. ágúst þá fer af stað frístundaakstur sem hefur verið í vinnslu og bígerð undanfarna mánuði og það verður gaman að fylgjast með þessu verkefni og ég hef fulla trú á því að þetta er eftir að einfalda hlutina til muna, sérstaklega fyrir foreldra sem hafa þurft að standa í hinum ýmsu reddingum og skuttli á óhentugum tímum. Og það er líka mjög gott að börnin séu þá búin í sínum tómstundum þegar vinnudegi foreldra lýkur sem að gefur aukinn tíma til gæðastunda fjölskyldna. Sumar í Reykjanesbæ 2021. Íþrótta- og tómstundaráð hvetur alla sem ætla að bjóða upp á sumarnámskeið eða önnur tómstundatilboð að skila inn efni og mynd til Hafþórs íþrótta- og tómstundafulltrúa á netfangið hafþór.birgisson@reykjanesbær.is sem allra fyrst og á vefsíðunni frístund.is mun svo birtast allt sem í boði verður í sumar. Borðtennisfélag Reykjanesbæjar í liðu 7, aðstæða fyrir borðtennisæfingar. Þessu erindi var vísað til Íþrótta- og tómstundaráðs sem tók erindi fyrir 27. apríl síðastliðinn og það var aftur tekið fyrir í bæjarráð núna 29. apríl og niðurstaðan er mjög jákvæð. Hún er svo að Borðtennisfélag Reykjanesbæjar er að fara í gömlu slökkvilistöðina tímabundið þar sem að félagi fær til afnota hluta af húsnæðinu á meðan ekki hefur verið tekin ákvörðun hvað verður á þessu svæði til framtíðar. Ég fagna þessu, mér finnst þetta frábært hvað er mikið af fjölbreytilegum tómstundum og deildum að spretta upp sem að þá kem ég að lið 8 sem er vélhjóla Íþróttafélag Reykjanes eða VÍR. Mér finnst þetta frábært framtak og ég styð þetta heilstugar. Þeir hafa verið að byggja upp mikið barna- og unglingastarf undanfarin ár og þeir eru að óska eftir 2 milljóna króna styrk árlega sem að mínu mati er dropi í hafið af því sem að Reykjanesbær er að styrkja nú þegar. Það finna sig ekki allir í hóp íþróttum og við eigum að fagna fjölbreytileikunum og leggja niður eftir fremsta megni sama hvort það er í formi fólks eða íþrótta. Og að lokum þá er það hérna liður 9 sem er beiðni frítt í sund fyrir atvinnuleitendur. Eins og ég kom inn á áður þá var íbúi í Reykjanesbæ Birna Kristel sem að lagði fram erindi þar sem að ráði var hvatt til að veita atvinnuleitendum frítt í sund tímabundið. Það var mjög vel tekið í erindið og í ljósi heimsfaraldursins og hins mikla atvinnuleysins sem hefur verið hér á Suðurnesjum þá var ákveðið að atvinnuleitendur fengi frítt í sund frá 15. maí til 1. ágúst. Og það er að ræða samstarf við Vinnumálastofnun og atvinnuleitendur þeir geta nálgast staðfestingablað hjá Vinnumálastofnun sem þarf að framvísa í sundlauginni og það þarf að greiða 1000 krónur fyrir sundkort. Frábært framtak og þarft framtak og ég hvet atvinnuleitendur sem og aðra til að nýta sér sundlaugin okkar. Takk. Baldur Guðmundsson, Kersal. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Var að velta fyrir mér lið 4 fundaginni, samþætting skólastarfs við íþrótt- og tómstundastarf. Hérna stendur að frístundakstur hefjist 9. ágúst. Hann með minnir þá tókum við þetta fyrir í bæjarráði og síðan var það samþykkt í bæjarstjórn. Tillögur að gera svona tilraunakstur. Tillaga frá stýrihópi almenningssamgangna sem átt að fara í gang núna eftir páska og erum ekkert að því en síðan kemur þessi ákvörðun. Þá bara spyr ég hvað varðum ákvörðunina sem við tókum hérna í bæjarstjórn. Takk. Ég geti kannski svarað því þar sem að ég siti í þessum stýrihópi þetta tilraunaverkefni sem að bæjarfulltrúi Baldurs minnist á hér. Það stóð til og niðurstaðan úr hópnum var eftir talsverðar vangaveltur að setja í gang þetta tilraunaverkefni og við vorum að skoða möguleikann á því að gera það fyrir páska af því að við töldum að það gæti hjálpa til og svona gert okkur grein fyrir þeirri þörf sem að hugsanlega væri til staðar fyrir slíkan akstur.
Fyrstu tillögur stýrihópsins voru að fara í mánaðar tilraun, hálfa mánuð fyrir páska og hálfa mánuð eftir páska. Þegar að þetta var síðan til umfjöllunar í bæjarráði í framhaldinu, þá var talið eðlilegt að slíta þetta ekki sundur, heldur taka þetta sem eina samfellu og hafa þá lengri tíma til þess að undirbúa þetta. En svo gerist það bara páskana og í framhaldi af páskunum að hér bara skall á miklu harðari sóttvarnaraðgerðir sem að gera það að verkum að ekki var talið eðlilegt að fara í þetta eftir páska. Og það hefur í raun og veru ekki verið talið eðlilegt að fara í þetta við þessar aðstæður. Við erum að sjá smit innan skóla, hjá skólabörnum, leikskólabörnum, sérstaklega á Suðurlandinu, alveg frá Ölfusinu og austur á Flúðir, og þar er verið að berjast við þennan vágest eins og hægt er. Þannig að það hefur ekki verið talið réttlætanlegt að fara í þetta. Fyrir utan það að það tekur okkur smá tíma að auglýsa verkefnið, þetta tilraunaverkefni, ef á að fara í það, einhverja 2 til 3 vikur svona til þess að fólk átti sig á því að það geti nýtt sér hennan valkost. Og ef við gerðum það núna þá erum við farið að halla í júní þegar verkefnið kemst í gang. Þannig að niðurstaðan er í raun og veru svo að því miður þá bara tókst ekki að setja þetta í gang þar sem að sóttvarnar aðstæður leyfðu okkur það ekki. Þannig að niðurstaðan held ég verði bara svo að við horfum á tómstundabílum fara í gangi í síðsumars eða haust eins og ráð var fyrir gert, að þá án þessa verkefnis, en við vorum búin að áætla fjármuni í tómstundabílinn í haust, einhverju held ég að það hafi verið 90 milljónir sem við gerum ráð fyrir í fjárhagsáætlun í það verkefni, og vonandi tekst það bara vel og hjálpar okkur í framhaldinu í þessari samþættingu. En staðan er bara þessi, aðstæður í samfélaginu okkar leyfðu okkur ekki að fara í verkefni eftir páska eins og ráða fyrir gert, og við erum í raun og veru held ég bara runnin út á tíma. Ég held ég hafi ekki meir þetta mál að segja svo stöddu en orðiðlaust. Það er ekki fleiri sem að óskattir að fá að taka til máls undir Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar, skýr og góð svör, ekkert að því, en þetta er alltaf svona stjórnsýsla sem maður svona klórar sér í hausnum yfir, sko, að við tökum ákvörðun á nokkrum stigum. Það er nefnd sem er að vinna að þessu, sem að kemur með þetta fyrir bæjarráð og bæjarstjórn staðfestir þessa ákvörðun. Ef að það síðan á ekki að fara í þetta, þá er ágætt að það sé þá svona svipað verklag. Það er kannski óþarf að vera að fjarkviðrjast yfir þessu mjög lengi, en þetta varpar samt fram spurningunum það hvaða hlutverk þessi hópur hefur, hvort það ég að leggja niður, hvort það ég að ramma betur inn hvað hann á að gera eða hvaða hlutverk hefur hann, eða er hann hættur að hafa hlutverk. Ég veit að þetta á ekki heima kannski beint undir þessari fundargerð, en þetta kemur til út af því að það er tekin ákvörðun sem að skákar, sem það er tekin ákvörðun í íþrótt- og tómstundaráði sem að skákar ákvörðun sem bæjarstjórn á búin að negla niður. Þannig að ég bara varpa fram þessari spurningu, hvað gerum við svo? Hérna komur upp ný staða, hvernig ætlum við að halda áfram með þetta verkefni? Þessar almenni samgöngur. Takk. Já, kannski áður ég hleypi í bæjarfulltrúa Friðjóni að það bara
Það er bara rétt átbending hjá þér Baldur að hérna þetta er kannski að vinda ofan að þessu með þessum hætti. Ég get upplýst um það að þessi stýrihópur hélt fund í gær þar sem að það var í raun og veru samkomulag um það að það væri of seint að fara með þetta í gang, en talið eðlilegt að halda að minnsta kosti 1 fund í viðbót til þess að velta vöngum yfir sko hvort að þessi stýrihópur ætti að halda yfir höfuð áfram og fá þá til liðs við þá sem í stýrihópnum sitja sérfræðinga sem geta svona hjálpað okkur til þess að skoða þetta, og ef að stýrihópurinn leggur til, það er nú kannski að beina því bara til formanns bæjarráðs að annarkvort að taka það þá upp á næsta bæjarráðsfundi sem málið utan dagskrá var að samþykkja það að þetta hafi verið fellt niður eða geyma það til næsta bæjarráðsfundar. En síðan eru það bara vangaveltur framtíða hlutverk þessa stýrihóps, hvort hann eigi yfir höfuð að vera til eða ekki, og þá hvert hlutverk hans á að vera. Það hafa verið vangaveltur það að það gæti verið gott að hafa, í staðan fyrir að láta umhverfis- og skipulagsráð vera með málið, að hafa einhvern sérstakann hóp sem að sæja almenningsvagnarsamgöngur og það getur verið á breiðum grunni, það getur líka verið bara hjólastígar, hvernig kemst á milli svæða og síðan eru vangaveltur eins og rafbílavæðinguna næst erum við fyrir mjög útboð að gera það skyldu að við séum með strætisvagna sem ganga fyrir rafmagni, fullt af hlutum sem við getum skoðað. Og ég held að eftir næsta fund þessa stýrihóps komi bara fram einhver tillaga frá hópnum sem hægt er að vísa til bæjarráðs til skoðunar. Ein leið gæti verið svo að vísa bara málinu í framhaldinu til framtíðanefndar. Það gæti verið niðurstaða sem að gæti komið út úr hérna, þessum vangaveldum stýrihópsins, en það er bara snemmt að segja eitthvað til um það núna. En við skulum sjá til, við ætlum að reyna að halda 1 fundi til viðbótar núna miðjan maí og reyna þá að hérna, sannmælast einhverja tillögu sem hægt er að vinna með í framhaldinu. Hvar sem hún verður unnin, hvort sem hún verður unnin innan þessa stýrihóps sem að þarf þá að fá bara einhvers konar skipunarbréf eða innan bæjarráðs eða innan umhverfis- og skipulagsráðs eða innan framtíðanefndar. Þannig að það eru margir möguleikar í stöðunni. En Friðjón, gerðu svo vel. Forseti, átti bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að koma því á framfæri að þegar við stofnum þennan vinnuhóp þá markmið vinnuhópsins var að skoða hugsanlega breytingar á almenningssamgöngum í Reykjanesbæ og athuga leið hvort að hægt var að fara í einhvers konar tilraunakstur vegna undirbúnings þess aksturs sem á að hefjast núna í ágúst. Stefnt var að þessum akstri að við myndum hefja þennan akstur fyrir páska, en COVID hefur sett þetta mál alveg á hliðina hjá okkur og nefndin hefur verið mjög starfa vel saman og mjög góður andi í nefndinni, og það var síðan niðurstaða nefndarinnar að eftir ráðgjöf meðal annars við starfsmenn Reykjanesbæjar að ekki vera hægt að fara í þennan tilraunakstur að svo konu máli. Hann þarfnast mikil undirbúnings og auglýsinga og það var niðurstaðan eftir þá ráðgjöf að við myndum hætta við þennan akstur. Við ætluðum að fara í þennan akstur en því miður þá setti COVID þetta út á hliðina hjá okkur. Ég vil líka geta þess að nefndin hefur verið sammála það að almenningssamgöngur Reykjanesbæ, að við höfum ekki lagt til að þeim verið neitt breytt, heldur ætti breytingin að bæta þjónustuna á þann hátt sem nú stemt er að og var samþykkt í fjárhagsáætlun þessa árs að hefja aksturs á íþrótta- og tómstundabíl. Við töldum að með því að fara í þetta tilraunaverkefni að þá myndum við geta dregið upp einhverja mynd af þörfinni, kallað eftir áhuga sumum foreldrum, sjá hver þörfin væri, en af því að þetta fór eins og þetta fór út á COVID að
þá var það ekki tilraunarinnar virði að halda áfram. Við vorum komið með heimild frá bæjarráð og bæjarstjórnum að fara í þetta verkefni en við teldum það ekki vera forsvaranlegt að fara af stað í verkefni ef það mikið skila þeim árangri sem stefnt var að. Við fundum í gær og við höfum stefnum að því að funda aftur innan 2 vikna þar sem við munum kalla til nokkra aðila til skrafs og ráðgerða og munum í framhald af því leggja fram minnisblað til bæjarráðs það er hugmyndi sem við höfum framtíðarskipulag á því að hvort að svona vinnahópur eigi rétt á sér eða ekki og ég vil nú ekki segja neitt meir það að sinni vinnahópin en það er þó greinilegt að það er þörf að ræða málin sérstaklega sérhópur en hvort það sé á þessu formi eins og við hófum starfið í eða hvort það sé á öðrum stað munum við bíða með þar til að nefndin hefur komist að niðurstöðu. En ég vil nú nota tækifæri að þakka þessum hópi sem var að vinna með okkur í þessu verkefni, bæði starfsmönnum og nefndin, varabæjarfulltrúi Hanna og Guðbrandur forseti og ég sátum í þessari nefnd og var samstarfið til fyrirmyndar í alla staði og ég vona að okkur takist það að leggja fram minnisblað núna mjög fljótlega fyrir bæjarráð og síðan bæjarstjórn til umræðu. Takk fyrir þetta, Friðjón. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 27. apríl eru beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá verður forseti að gera hér játningu. Honum urðu á mistök í afgreiðslunni í umhverfis- og skipulagsráði sem gerði það að verkum að meðal annars þeir sem ætluðu að greiða atkvæði gegn lið númer 2 gátu það ekki og við hinn samþykktum hann heldur ekki. Þannig að forseti bar bara upp tillögu Margrétar Þórarinsdóttur að vísa þessu tilbaka en gleymdi að afgreiða liðin sérstaklega. Þannig að ég vil þá fá með leyfi fundarins að fara tilbaka í umhverfis- og skipulagsráðs fundargerðina og greiða atkvæði lið númer 2 sem að fórst fyrir að gera áðan. Þannig að það sé skilmerkilega skráð hvernig afgreiðslan á þessum lið fór. Og þá er það bara þannig, þeir sem samþykkja lið númer 2 eru beðin að gefa merki. Og hann er samþykktur 10.0, einhver á móti. Margrét Þórarinsdóttir Miðflokks bæjarfulltrúi greiðir atkvæði gegn tillögunni og ég biðst velvirðingar á að þetta hafi gerst með þessum hætti. En þá er komið að lið númer 7 sem er þjónustu og gæðastefna Reykjanesbæjar síðar umræða. Við tókum þetta fyrir á síðasta fundi, fórum aðeins yfir þetta þá en orðið laust lið númer 7. Það er enginn sem að kveður sér hljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta þjónustu og gæðastefna Reykjanesbæjar eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0 eða hún, þjónustu og gæðastefnan. Og þá er ágætu bæjarfulltrúar komið að lið númer 8 sem er undir heitinu ný heilsugæslustöð á Suðurnesjum. Og það þarf ekkert að segja neinum frá því að við höfum haft áhyggjur af þróun mála og hvernig heilbrigðismálum hefur verið háttað hér á Suðurnesjum, ekki bara núna nýverið, heldur í marga áratugi. Þrátt fyrir verulega fjölgun íbúa hér á Suðurnesjum hefur ekki verið hefur úrræðum ekki verið fjölgað, hvorki hér í Reykjanesbæi né í sveitarfélagunum í kringum okkur. Ég held bara ef ég misminnir ekki þá sé íbúum Reykjanesbæjar bara frá 2016 og fjölgum ykkur 5.000 manns. Og það er næstuði til þess bara fjölgunin er næstuði til þess að fylla eina heilsugæslustöð. Þannig að ástandið er alvarlegt, bara graf alvarlegt í sjálfu sér.
Við erum með sveitafélag sem heitir Suðurnesjabær sem ekki með heilsugæslu setur einu sinni og samkvæmt gömlum skýrslum var setur í öllum sveitafélagunum á Suðurnesjum hérna á sínum tíma og síðasta setrið var í Vogum og því var lokað núna í COVID-inu, þannig að ástandið er bara graf alvarlegt og hefur verið lengi og rétt og eðlilegt að við reynum að ýta því áfram eins og kostur er. Við erum sáum það í fjárlögunum fyrir árið 2021 að það hefur verið áætlað fjármuni í byggingu heilsugæslustöðvar í Reykjanesbæ sem að ég held að eigi að kosta einhverja 700-800 milljónir. Það verður að gera ráð fyrir fjármunum í þetta núna á þessu ári fyrir það bil 250 milljónum. Og nú er árið hálfnað og þess sést ekki stað að það sé verið að gera mikið. Ég hef upplýsingar það að það hefur verið haldinn fundur í einhverjum stýrihópi einhverja pælingar lóð og það hefur bara ekkert annað gerst. Og þess vegna er bara eðlilegt og rétt og mikilvægt að við séum að bregðast við. Og að frumkvæði bæjarfulltrúa Margrétar Sandes í síðustu viku var ákveðið að leggja fram eða reyna að leggja fram sameiginlega bókun í málinu. Og það var engum vandkvæðum bundið til þess að fá bæjarfulltrúa til að sameinast í þessu máli. Og forseti ætlar að fá að lesa upp þessa bókun sem að allir bæjarfulltrúar hafa undirritað. Og hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á heilbrigðisráðherra að tryggja starfsemi nýrrar heilsugæslu hér á Suðurnesjum sem allra fyrst og alls ekki seinna en 1. október 2021. Verkefnið er aðkallandi enda búa tæplega 28.000 manns á Suðurnesjum. Á svæðinu er aðeins ein heilsugæslustöð sem hönnuð var einungis fyrir hluta af þessum fjölda. Uppi hafa verið fyrirheit byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar en verkefnið gengur seint. Nokkura ára bið er eftir að ný heilsugæsla taki til starfa er með öllu óásættanlegt. Slík staða mætir ekki núverandi ástandi og þörf íbúa Reykjanesbæjar fyrir lögbundið aðgengi að heilbrigðiskerfinu. 4.000 íbúar sækja heilsugæsluþjónustu til höfuðborgarsvæðisins því fyrsti viðkomustaðir heilbrigðiskerfisins í heimabyggð annar ekki þeim fjölda sem hér býr. Nýverið sagði HSS upp lögbundinni heilbrigðisskoðun starfsfólks Brunavarna Suðurnesja sem þarf því að leita annað. Aðstaða heilsugæslu HSS er óboðleg fyrir starfsmenn stofnunarinnar eins og úttektir landlæknisembættisins hafa ítrekað sýnt fram á. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar og Suðurnesjamenn allir eru einhuga í þessari kröfugerð og binda vonir til þess að ríkisvaldið bregðist strax við þessari málaleitan. Íbúar Suðurnesja geta ekki beðið lengur. Bæjarstjórn lýsir því jafnframt yfir að hún muni beita öllum tiltækum ráðum með hagaðilum svo að af þessu verði enda er sú staða sem uppi er í heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum ekki boðleg. Það ætti ekki að vera neinum erfiðleikum bundið að finna tímabundið húsnæði fyrir heilsugæslu á meðan unnið er að langtíma úrræði. Íbúar á svæðinu eiga rétt á að þjónustan verði bætt án tafar. Og undir þetta hafa skrifað allir bæjarfulltrúar. En orðið er laust. Gerðu svo vel, bæjarstjóri.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara fagna þessari bókun, enda máli brýnt, en einnig upplýsa bæjarfulltrúum það að því ég sit í þessum undirbúningshópi sem að forseti nefndi hér aðeins, að það er alveg rétt að þetta tekur langan tíma og svona gerist hægt, en það sem að hefur gerst í málinu er að þessi undirbúningshópur hefur fundað einu sinni formlega og það er orðið langt síðan, það var fljótlega eftir áramót. Síðan þann 29. mars eða fyrir 29. mars svolítið áður, og þá var nú ætlunin að hittast og fara hér svæði og skoða lóðir sem kemur til greina af ýmsum ástæðum, meðal annars út á COVID og einhverju slíku, og þá frestaðist það til 29. mars síðastliðinn sem er mánudagur í dymbilviku, og þá fór þessi hópur svæðið og skoðaði þær lóðir sem að skipulagsfulltrúi og ég höfðum sammælst að sýna þeim hér í Reykjanesbæ, og síðan þá eru rúmur mánuður, er það ekki, jú, það er komið 5 vikur, og næsti fundur er ráðgerður í þessum hópi á föstudaginn núna. Það er að vísu búið að vera rútt aðeins til með hann, því að það er greinilega erfitt að finna tíma sem að hentar öllum. Í hópnum sitja fulltrúar frá ráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, frá eða okkur, og frá svo núna framkvæmdasýslunni, og það er komið verkefnastjóra á máli og þau eru að vinna núna svona forkönnun, og ég ger ráð fyrir að þau muni sýna okkur hana og láti ljós líka skoðun sína á því hver þessara lóðaða staðsetninga, ég hef ekki heyrt af því hver þessara lóðaða staðsetninga féll þeim helst í kramið, en við fáum væntanlega að heyra það á föstudaginn og ég mun þá upplýsa bæjarfulltrúa það. En út af umræðum aðra kosti, að þá höfum við komið þeim sjónarmiðum á framfæri líka að við teljum að það sé of langt í að þetta nýja mannvirki rísi, hvað svo sem það rís, þannig að það þurfa að leysa málið með öðrum hætti, og við vitum af ásetningi ákveðna aðila hér í sveitarfélaginu sem að vilja fara út í einkarekna heilsugæslustöð, og við höfum talað fyrir því líka í hópnum, en ekki orðið ágengt en þá. Hinn möguleikin er að ríkið leigi húsnæði í sveitarfélaginu í millibils ástandi einhverju, þangað til að ný heilsugæslustöð tæki eða yrði fullbyggð og tilbúin. Og við höfum talað fyrir því þá líka í hópnum, gerðum það hérna í skoðunarferðinni daginn, og ég hef átt samtöl við fulltrúa heilbrigðisráðuneytis eftir þann fund og komið þessu sjónarmiðum skýrt á framfæri. En það, eins og ég segi, það hafa engar ákvarðanir verið teknar. Þessi bókun, hún nær bara mjög vel utan allt þetta og utan ástandið, og ég mun fylgja henni eftir í hópnum, og við náttúrulega sendum hana svo á fjölmiðla og víðar. Þannig að við vonandi sjáum einhverjar úrbætur á næstu, ef að segja mánuðum, einhverjar ákvarðanir. Takk. Margrét Sandís Skerasvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Þegar herra Google er spurður heilsugæslustöð á Suðurnesjum, þá er rætt það sama aftur og aftur og aftur. Áskorun bæjarstjórnar, greinar sem að við erum að skrifa, hinir og þessir, hver kosningabaráttan á fætur annarri, þar sem menn er að berjast fyrir heilbrigðisstofnun Suðurnesja og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er rosaleg sorgarsaga. Það sem er mjög ánægilegt hérna, að við erum öll samstiga, og ég held ekkert með það, ég tel að nú er lag. Mér finnst við að þakka fyrir það sem vel er gert. Það er hlustað á okkur og það er komið vilyrði, og Kjartan, bæjarstjórinn okkar, fór einmitt yfir það að menn er að skoða þetta. En sporin hræða. Spurjið herra Google. Það hefur áður verið samþykkt að opna skurðstofur og gera ýmislegt eða fara fram með einhvað. Það sem við óttumst núna er að
það hafa orðið mikil útgjöld og mikil tekjutap núna í COVID og hvað verður eftir kosningar? Það er ekki tilviljun að við tölum um 1. október þar sem við viljum sjá skrefin stigin, að það gerist eitthvað í þessum málum, og ég er mikil stuðningsmanneskja sjálfstætt starfandi heilsugæslu og skóla eða enga rekna eins og talað er en í bókuninni vorum við sammála að láta það ekki þvælast fyrir. Ef að menn að hugsa eitthvað annað, þá verður það að vera svo, þó ég verði mjög svegt með það. En það er mjög ánægilegt, við erum saman með þetta og við höldum áfram, berjumst áfram, lýðheilsusvísarnir okkar, þeir garga okkur. Og það er ekki hægt að bíða í 1 mánuð, 2 mánuð lengur heldur en 1. október. Förum bara af stað með þetta núna, auglýsum þetta, komum þess að stað, við erum búin að spurja marga og það eru allir sammála að þetta er hægt. Eitt vil ég segja þó að lokum, þá aldrei þegar við erum að berjast fyrir, hvort sem það er ný heilsugæslustöð eða hvað við erum að berjast fyrir hérna á svæðinu, aldrei skulum við tala niður HSS. Það er okkar heilbrigðisstofnun og við hefum líka að standa með henni. Þannig að við erum ekki að segja neitt stríð á hendur heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þó það nú væri. Við viljum veg hennar sem mestan og teljum að fjárveitingar til hennar eiga að standa jafnfætis þeim heilbrigðisstofnunum sem allt land. En núna erum við að fókusera á nýja heilbrigðisstofnun, nýja heilsugæslu 1. október takk. 2021. Takk fyrir þetta, Margrét, að brýna okkur. Það hafi ekki fleiri, Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Margréti Sanders fyrir að sameina bæjarstjórn þetta mikilvæga mál og ekki síst fyrir þessa eldaræðu sem hún hélt hér áðan, algjörlega þörf. Og það er alveg rétt sem að kom fram í málflutningi hennar, við erum búin að vera að berjast fyrir bættri heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum. Ég held bara frá því að ég var unglingur. Og forseti kom hér inn á það að hér áður fyrr, og ég er nú ekki orðinn það gamall, ég man vel eftir því að það var heilbrigðissel í hverjum einasta þéttbýliskjarna á Suðurnesjum. Þannig að það er ekki hægt að segja annað en á meðan Ísland var að fara áfram í heilbrigðismálum, sérstaklega höfuðborgarsvæðið, því ber auðvitað að fagna, þá hefur verið afturför hjá okkur. 2018 áttu við sveitarstjórnarmenn fund með þingmönnum kjördæmisins sem kannski einhverjum í fersku minni út í Garði þá, sem nú er sameinað sveitarfélag og heitir Suðurnesjabær, þar sem við lögðum áherslu á að nú yrði allt sett til hliðar fyrir eitt mál, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og þarna voru auðvitað mörg mál undir, allskyns öflug mál sem að þingmenninni voru að setja fram, sem við sveitarstjórnarfólk vorum að leggjast á eitt varðandi, og við tókum það ákvörðun, heyrðu, ok, nú hinkurum við aðeins. Við bíðum aðeins með að hamra á tvöföldun Reykjanesbrautar, við bíðum aðeins með ýmislegt sem að þarna var undir, og það tók allir undir þetta. Þetta er 2018 þegar við byrjum hérna okkar kjörtímabil. Og það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Margréti Sanders, það ber að þakka það sem vel er gert. Og það eru komnir fjármunir á fjárlögum, loksins, 200 eða 250 milljónir, ef ég man rétt, til þess að hefja þessa vegferð. En ríkið hreyfir sig hægt. Það kom til að mynda í ljós
þegar fréttir bárust af því að það ætti að fara að bæta við heilsugæslustöðum á Eyjafjarðarsvæðinu, að sú vegferð hófst hjá þeim 10 árum áður. Og ég hef svo sem nefnt það hér í pontu áður og fagna því fyrir hönd vina minna fyrir norðan að það skuli ganga vel hjá þeim. En með fullri virðingu þá eru þeir líka með annars stærsta sjúkrahús landsins innan sinna bæjarmarka. Þegar við skoðum svo tölurnar sem skipta máli í þessu, þegar við erum að fara fram með mál sem þetta, að við leggjum tölur til þess að grundvalla okkar mál, þá kemur í ljós að við hér ættu að vera með 3 heilsugæslustöðvar. En við erum með eina sem að þjónar 8-10.000 manns. Það sem aftur á móti kemur ekki fram og við verðum að halda á lofti er að við erum hér með alþjóðaflugvöll sem að mun ekki gera neitt annað í haust og á næstu árum heldur en að vaxa. Og það er ekkit ólíklegt að ferðamannafjöldi í gegnum þann flugvöll verði komin í 2 milljónir innan kannski 2 ára. Vonandi, segi ég sem Suðurnesjamaður. Og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja getur tekið á móti 1/3 íbúunum. Hvernig munum bregðast við ef eitthvað kemur upp á og hvernig munum bregðast við þegar að fólksfjöldi í gegnum flugstöð Leifs Eiríkssonar kemur til með að aukast verulega. Þannig ég skil ekki með nokkur einasta móti af hverju árangurinn er ekki betri. Og þá hlýtur maður að horfa í eigin barm og hugsa hvernig eru við að setja málinn fram? Hverjir að tala okkar máli? Eru við að gera eitthvað öðruvísi eða gera eitthvað á skjön við það sem eðlilegt þykir í stjórnsýslunni? Ég vona að þessi bókun á þessum tíma, eins og hér hefur verið nefnt, skila okkur árangri. Ég vona það svo sannarlega. Ég vona að heilbrigðismál verði kosningamál í haust hér á Suðurnesjum. Vegna þess að það yrði öllum til góða. Ég vil bara minna á að lokum að allir Íslendingar eiga rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ á hverjum tíma. Að 4.000 mann skuli keyra á höfuðborgarsvæðið til þess að sækja sér heilbrigðisþjónustu vegna þess að þeir fá hann ekki hér hreint með ólíkindum. Það algjörlega hreint með ólíkindum. Og þessi samstæða hér auðvitað vísir að því að við náum þessum árangri. Þannig að þegar við förum að berjast saman fyrir þessu, vonandi verður árangurinn góður í haust, og þá munum við halda sömu samstöðu. Guðni Birna Gersvöld. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og góða gestur. Mikið þetta ánægilegt. Mikið þetta góð bókun og mikið ég stolt af okkur saman. Ég veit ekki hvort að það bara ég eða hvort þið kannist við það að þegar að ríki stendur fyrir uppbyggingu að það sé deilt fjárlögin á 3 árum. Ég veit ekki hvort þetta sé algilt hjá Íslenska ríkinu. Fjárlög 750 milljónir að byggja eina heilsugæslu deilist niður á 3 ár. Ég man ekki eftir öðru slíku. Ég veit ekki hvort þetta bundi við mig. Akkur þetta ekki deilt út í ár og það hægt að fara á hörku í þetta. Akkur smá núna, smá næst og smá næst. Þessi heilsugæsla mun aldrei opna 2023 ef peningurinn að koma með fjárlögum 2023. Hún á opna 25, 24 ef við erum heppin. 28.195 íbúar á Suðurnesjum 1. janúar 2021. Tæplega 30.000 manns sem hér búa með eina heilsugæslu sem þjónustar 8.000 manns. Þannig er ekki 30% afkastagetu. Hversu grillað er þetta? 30% afkastagetu. Hvað að gerast þetta? Við tölum þetta ár eftir ár eftir ár og margoft árum þess að. En ég vil bara minna á það og gott að taka það fram hér á kosningar ári
að 28.195 íbúar eru tæplega 30.000 atkvæði. Svo það sé haft í huga og bara sagt hérna hreint út. Hvað eru þið búin að vera að pæla öll þessi ár gagnvart okkur, Íslenska ríkið, með fullri virðingu? 30% afkastageta, 70% býður í biðröð, ár eftir ár eftir ár. Hversu grilla? Svo ég sletti nú aðeins, herra forseti. Íbúafjöldi Suðurnesja jókst 31% á 6 ára tímabili. 31%. Þessar tölur hafa ekki sést á Íslandi. Ennþá ein heilsugæsla. Þetta er algjörlega grillað. Árið 2017 voru 200.000 manns skráður á heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Þar af voru 150.000 með sinn eigin heimilislækni. 3/4. Þetta er lúxus sem við búum ekki við. 4.000 manns á holóttri brautinni að leita sér læknisþjónustu. Dag eftir dag eftir dag. Hversu grilla er þetta? Okkur vantar ekki eina heilsugæslu, okkur vantar 2. Og bara horfandi í þjónustuvísana í fjármögnunarlíkaninu, hvað við eigum að vera að horfa í, þá eru þessar heilsugæslustöðvar að moka gull frá ríkinu. Það er að segja hvað ríkið er að borga með hverjum skjólstæðingi hér. Plús það að við förum ofta til læknis, heldur en meðaltalið er yfir landi. Lýðheilsuvísar, dabrir, ár eftir ár eftir ár. Hvar eru forvarnakerfi okkar? Hvar eru umsýslan okkar? Hvar eru skimanirnar okkar? 30% afkastageta. Þannig ég fagna þessu heilshugar og muniði bara 28.195 atkvæði. Og mér finnst bara mjög flott, bæjarfulltrúi Margrét Sanders, að setja tímamörkana sem ég áttaði mig ekki alveg á fyrst. En þetta er náttúrulega bara taktík og við bara eigum betra skilið. Og við bara ætlum ekkert að bíða neitt lengur. Það er bara þannig. Staðan er þannig. Við eigum þetta ekki skilið. 30% afkastageta er algjörlega grillað. Við eigum betra skilið. Baldur Guðmundsson, Girsal. Virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að taka þátt í að vera sammála ykkur og leggja mitt fram í þessari umræðu sem er mjög nauðsynleg og við verðum að halda þessum þrýstingi, við erum búin að halda honum uppi eins og menn hafa sagt bara frá því yngstu menn muna. Það er já bara maður er alltaf, ég er búin að vera í þessu í 10 ár og þetta er alltaf búið að vera á dagskráni en einhvern veginn við erum að pjakka í þessu og þetta mjakast alveg rosalega hægt. Ég ætla kannski að hætta mér út í það að fjalla aðeins sko, hvað fjárlagagerðina og hvernig stjórnsýslan fungerar. Ég verð að segja það þegar maður komið svona innbyrðis í stjórnsýslunni þá eru vegir stjórnsýslunar mjög órannsakanlegir. En maður er samt að svona fá einhverja mynd á þetta. Hvað var það að setja þessa upphæð á áætlun næstu ára, 750 milljónir sem að dreifast á 3 ár, þá er verið að miða við framkvæmdir, sko, að það sé verið að fara að byggja. Og það er dálítið horft til þess að í þessu ástandi að við þurfum að byggja okkur út úr þessari kreppu, eða út úr ástandinu. Við þurfum að steypa okkur aðeins út úr þessu. Þar er ég dálítið ósammála. Ég held nefnilega að við eigum alveg slatta af steypu sem hægt er að nýta
og er jafnvel ónýtt á mörgum landsvæðum. Það er búið að taka náttúrulega nokkra rúnda hérna bæinn og það er húsnæði sem kemur alveg til greina. Ef við myndum taka sama rúnd höfuðborgarsvæði þá eru heilsugæslur, já ég bað að þetta yrði fá hérna dramatík í þessa ræðu, kemur ekki reykvél núna. Já, að heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu er í alls konar húsnæði, sko. Þannig að ég hef kannski ekki áhyggjur af því að það sé ekki búið að setja þetta inn. Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning að flytja þjónustuna. Það er verið að þjónusta, eins og við segjum, það eru 4.000 manns sem fara brautina. Þetta er bara spurning að flytja þjónustuna til okkar. Þetta er jafnvel í fjárlögunum. Þetta er jafnvel hjá heilbrigðisráðuneytinu. Ef er kafað djúpt í Excel-skjalið. Og þannig að þetta á að vera mögulegt. Við eigum að geta náð þessi í gegn, þó að þetta sé ekki sem sagt, ný heilsugæsla sem slík, sem bygging sjáanleg í fjárlögum. Þá eru verkefnin þarna. Þau eru verkefnin að sinna heilsugæslu fyrir alla landsmenn eru þarna. Og það sem við erum að gera með þessu, við erum að benda á það, við erum tilbúin í þetta, við þurfum ekkert endilega nýja byggingu, við getum fundið til húsnæði í þetta, en við viljum bara fá verkefnið hingað til okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur. Ég langar aðeins að hörlast meira á þessu. Og kannski bara að byrja það sem að bæjarfulltrúi Guðni Birna segir, sko, hversu grillað er þetta, bara í alvöru? Bara ef maður veltir í fyrir sér. Sko, ég gerði það nú mér til dundus og með þið voru að tala, kíkja aðeins á Google eins og Margrét Sanders gerði. Sko, 2002 er nýr forstjóri HSS ráðinn sem var menntaður hjúkrunarfræðingur, held ég, Sigríður Snæbjörnsdóttir, held ég að hann heiti, Sigríður, jú. Og það var allt brjálað. Allir læknar hættu og þetta var allt í döðlu í marga mánuði. Við fengum ekki þjónustu og þá, sko, var þetta ástandi búið að vera í rugli í langan tíma. Sko, þetta var í byrjun aldarinnar, þetta eru 20 ár síðan þetta var. Þannig við erum ennþá í þessu, sko. Og ég ræddi við góðan mann fyrir helgina og þá var einmitt komu heilbrigðismál á Suðurnesjum til tals, sko. Og hann sagði bara, sko, það á bara að redda þessu. Hvaða gauð er þetta? Við erum það með 10 þingmenn og við erum með bæjarstjórnir í öllu sveitarfélögunum með það. Hvað er í gangi? Það á bara ekki að láta bjóða sér þetta. Þetta er í raun og veru bara fáránlegt. Jóhann minnist á fund sem við áttum með þingmannum 2008. Það var búið að vera að segja við okkur því Suðurnesjamenn er aldrei sammála um eitt eða neitt, nokkuð skapaðan hlut. Við ákvæðum þarna, það eru 2 mál sem við ætlum að ræða við á. Það eru heilbrigðismál á Suðurnesjum og síðan er það samgöngur og þá Reykjanesbrautin. Og við vorum svo eftirgefanleg að við sögðum, við erum tilbúin til þess að vera farið í Reykjanesbrautina hinum megin, ekki okkar megin. Þannig að við erum tilbúin til að gefa það eftir. Takið bara Reykjanesbrautina hinum megin, látið okkur bíða, en við viljum fá heilsugæsluna í lag. Síðan er liðin 3 ár. 3 ár. Og það gerist ekkert.
Og ég segi bara eins og Guðni Birna, hversu grillað er þetta? Þannig að við þurfum, held ég, og kannski er þessi bókun upphafið að því, bara nú stígum við niður og segjum bara hingað ekki lengra. Þetta gengur ekki. Ég hafði heimilislækni þegar ég var pínu lítill. Ég er komið vel á aldur. Ég er alveg viss sko börni mín veit ekki hvað heimilislæknir er. Arnbjörn kom hlaupandi bara hvenær sem bara leið og var hringt í hann, þá mætti hann. Og Guðjón og Kjartan og allir þessi kallar, sko. En börni mín veit ekki hvað er heimilislæknir. Sjáu þið. Og svo er verið að tala um það, þegar það er verið að ræða heilsugæslur sem eru reknaðar af sjálfstæðum aðilum, að það þurfa að tilrauna að keyra þetta. Það er búið að breyta módelinu núna fyrir landsbyggðina líka. Þá segir háttvirtur heilbrigðisráðherra, við getum ekki fært þetta yfir á landsbyggðina, við þurfum að tilrauna að gera þetta. Það er búið að tilrauna að gera þetta í Reykjavík í mörg ár. Það vita allir nákvæmlega hvernig einkarekin heilsugæsla getur verið, til dæmis. En við erum ekkert að fjalla um það í þessari bókun. En ef að menn alltaf að þæfa málin endalaust, þá gerist ekki neitt. Það er bara þannig. En nú er bara kannski komið lag, stöndum bara saman í og breytum þessu. Ég ætla ekki að segja meira um það núna, og ég held að það hafi engin lyft upp hendi. En takk fyrir þessu umræðu, takk fyrir þessa bókun og hún er tímabær og mikilvæg. En þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er ársreikningur Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar og þetta er fyrri umræða og ég ætla að biðja bæjarstjóra að taka við. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, hér er komið að fyrir umræðu ársreikning Reykjanesbæjar fyrir árið samstæður Reykjanesbæjar, þar með talið höfnina fyrir árið 2020, fyrir umræðu. Og í gögnum ykkar er eintak af reikningnum sem að einnig hefur verið lagður fram í bæjaráði. En það er rétt að gera fyrst grein fyrir nokkrum leiðréttingum eða breytingum sem að hafa verið gerðar á reikningnum frá því að hann var lagður fram í bæjaráði síðast og til dagsins í dag, en bæjarfulltrúar fengu tölvupóst sendan í gær 3. maí kl. 15:06 þar sem þetta er útlistað. Og í fyrsta lagi þá var leiðrétt niðurstaða, rekstrarniðurstaða samstæðunnar í skýrslu bæjarstjórnar og það var bætt við setningu við 3. málsgrein í skýrslu bæjarstjórnar, síðasta setning málsgreinarinnar, og ég ætla bara rétt örstutt að lesa það sem bættist við. Það var eftirfarandi: rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 909,6 milljónir króna og nema frávik frá henni því 840 milljóna króna, sjá nánar skýringu 28. Í þriðja lagi þá var leiðrétting í skýringu 5, það stóð reyndar í tölvupóstunum til ykkar í skýringu 6, en það er skýring 5 starfsmannafjölda, en tölurnar í því sem að upphaflega var sendt út voru rangar, að það eru rétt á núna. Og síðan var leiðrétting í skýringu 18, þar var bætt við annarri setningu í 3. málsgrein, þar að segja sem fjallar málaferli á milli HS Orku og HS Veitna, og þar var verið að vísa hæstaréttardóm sem að okkur fannst skýrar að setja númer þess dóms inn í skýringuna, en hann er númer 22 frá 2019, og svo voru aðra minniháttar leiðréttingar án efnisbreytinga við yfirferðina. Nú með þessum ársreikningi í ykkar gögnum, kæru bæjarfulltrúar, og þá fylgir þetta skjal hér sem er greining á launakostnaði á milli 2019-2020 með tilliti til stöðugilda, og þetta er á dagskrá og við ætlum að hafa ársreikningin á dagskrá bæjarráðs núna á milli funda, á milli umræðna, og þá gefst bæjarfulltrúum kostur á að kynna sér þetta og við ræða þetta bara
á vettvangi bæjarráðs núna næstu 2 fundi. En þá ætla ég að fletti gegn og ég hér fyrst á skýrslu og áritur bæjarstjórnar og bæjarstjóra, þeim texta og með leyfi forseta að fá að lesa hann. Ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála um reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskil aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstratekjur sveitarfélagsins á árinu 2020 námu 25.032,6 milljóna króna eða rétt rúmum 25 milljörðum samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta, það er að segja fyrir samstæðu Reykjanesbæjar. Rekstratekjur A-hluta bæjarsjóðs námu 17.384,9 milljónum eða rúmum 17 milljónum króna. Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins námu 10.406,6 milljónum króna eða rétt 10,5 milljarði. En starfsmannafjöldi sveitarfélagsins nam að meðaltali og þessi tala sem þarna er nefnd 1096 í gögnum er ekki rétt. Hún er 1057 og er að finna í skýringu 5 og það búið að leiðrétta hana þar. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnslið var jákvæð 1389,7 milljónir króna en að teknu tilliti til þeirra liða er rekstrarniðurstaða jákvæð 82,6 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 4.425,5 milljónir króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 69,7 milljónir króna. Það sem þetta er að segja okkur, ágætu bæjarfulltrúar, er að við erum réttu megin við núllið þó að það muni talsvert miklu frá upphaflegri áætlun og það kemur aðeins text það hér rétt og eftir. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 75.325 milljónum króna og heildareignir bæjarsjóðs námu 41.055,9 milljónum eða rétt 41 miljard í árslok 2020. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 48.068,5 milljónum króna eða rétt rúmum 48 miljardum og í ársreikningi bæjarsjóðs 31.279,9 milljónum króna eða rétt rúmum 31 miljardi í árslok 2020. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 27.256,6 milljónum króna og eigið fé bæjarsjóðs nam 9.776 milljónum króna í árslok 2020. Svo kemur þarna viðbótin. Rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun var jákvæð 909,6 milljónir króna. Það er að segja í upphaflegri fjárhagsáætlun virðulegur forseti var gert ráð fyrir rekstrarniðurstöðu upp á 909 milljónir í pluss og nema frávik frá henni því 840 milljónum. Sjá nánar skýringu 28. Þannig að þetta er mikil breyting frá upphaflegri áætlun en engu að síður erum við réttu megin við núllið. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2020 var 19.676 og fjölgaði 3,94% frá fyrra ári. Ljóst er að heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunar muni hafa veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf. Þannig mun faraldurinn hafa fjárhagsleg áhrif á Reykjanesbæ. Búast má við því að tekjur bæjarins dragist saman vegna minni umsvifa í atvinnulífinu og aukins atvinnuleysis. Erfitt er að meta endanleg áhrif á rekstur efnahag bæjarins á meðan óvissa ríkir hversu lengi ástandi varir. Og þá ætla ég að vekja athygli bæjarfulltrúa á skýringu 26 fjárhagsstöðuna og með leyfi forseta að fá að renna aðeins yfir hana því að það er mikið uppsýngum í henni líka. Bæjarsjóður Reykjanesbæjar og samstæða A og B hluta.
Samkvæmt rekstrarreikningi Bæjarsjóðs árið 2020 var rekstrarniðurstaða jákvæð 82,6 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 838,4 milljónum króna. Eigið fé Bæjarsjóðs í árslok 2020 nam 9.776 milljónum króna og eiginfjár hlutfallið 23,81%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 10.658,3 milljónum króna, skammtíma skuldir 6.321,9 milljónum króna og veltufjár hlutfall 1,686. Heildarskuldir og skuldbindingar Bæjarsjóðs nema 31.279,9 milljónum króna og skulda hlutfall samkvæmt því 179,93%. Skulda viðmið sem annað hugtak en skulda hlutfall og skulda viðmið er viðmiði sem allt hefur miðast við undanfarin ár. Samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 98,92% og sjá nánar í skýringu 27. En eins og bæjarfulltrúar vita þá búið að aftengja tímabundið þetta skuldaviðmið, þannig að til 3 ára minni mig. Samstæðuna segir, samkvæmt rekstrarreikningi samstæða á B-hluta árið 2020 nam hagnaður að rekstri 69,7 milljónum króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 2.712,8 milljónum króna. Eigið fé samstæða á B-hluta í árslok 2020 nam 27.256,6 milljónum króna og eiginfjár hlutfallið 36,19%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 12.665,3 milljónum króna, skammtíma skuldir 6.201,6 milljónum króna og veltufjár hlutfallið 2,042. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B-hluta nema 48.068,5 milljónum króna og skulda hlutfall samkvæmt því 192,02%. Skulda viðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 122,94%, sjá nánar í skýringu 27. En þetta hlutfall var 110,12%, síðast hefur því hækkað lítillega. Á árinu 2020 hefur verið mikið atvinnuleysi í kjölfar þessa starfsemi á stærsta vinnustað landsins Keflavíkurflugvelli lá að stórum hluta ársins niðri vegna heimsfaraldurs COVID-19 og var til þess að skatttekjur urðu lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Þó margs konar aðgerðir ríkis og sveitarfélaga hafi dregið úr því höggi varð launakostnaður verulega hærri á árinu sem og útgjöld vegna aukinnar félagslegra aðstoðar, þátttöku okkar í atvinnuátaki og opnunar stapaskóla. Reykjanesbær hóf að safna lánsfjármagni á síðustu mánuðum ársins 2020 upp í fyrirhugað endurfjármögnun á 8,4 milljarða króna láni hjá LSR sem var á gjalddaga svo í mars núna 2021. Samtals voru teknir 3,5 milljarður að láni í lok ársins. Það mat bæjarstjórnar að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar. Og ég vil nú bæta við hér að bærinn stendur á bara sterkum grunni. Reykjaneshöfn segir hér, þar staðan önnur. Samkvæmt rekstrarreikningi Reykjaneshafnar nam tap ársins 120,5 milljónum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var eigið fé hafnarinnar neikvætt 1906 milljónir króna og eiginfjár hlutfall hafnarinnar neikvætt sem nemur 81,5%. Skammtímaskuldir Reykjaneshafnar eru 150,9 milljónir króna í árslok. Veltufjármunir í árslok eru 53,4 milljónir króna og veltufjár hlutfall 0,35. Handbært fé frá rekstri á árinu 2020 var neikvætt 57,8 milljónir króna. Fjárhagsstaða Reykjaneshafnar verulega erfið og hefur verið unnið að endurskipulagningu og skuldbindingum hafnarinnar undanfarin ár í samstarfi og samráði við eiganda hennar Reykjanesbæ. Hluti af þeirri vinnu var að Reykjanesbæ leysti til sín fyrir nokkrum árum kröfur annarra kröfuhafa Reykjaneshafnar en þær sem snúa að lánasjóði sveitarfélaga OHF
og samhliða fluttist land í eigu Reykjaneshafnar frá höfninni til Reykjanesbæjar sem greiðsla upp í hluta af þeim kröfum. Við það lækkuðu skuldbindingar hafnarna verulega, en þó eru eftirliggjandi skuldbindingar Reykjaneshafnar mun hærri en núverandi rekstur hafnarinnar getur staðið við. Á fyrri hluta ársins 2020 var farið í að endurfjármagna skuldbindingar Reykjaneshafnar gagnvart Lánasjóði sveitarfélaga OHF. Nam sú skuldbinding 863 milljónum króna þann 1. janúar 2020 sem skiptist þá á 29 lánasamninga með lokagreiðslu á næstu 5 árum. Þessi krafa var endurfjármögnuð með aðstoð Lánasjóðsins á fyrri hluta ársins 2020 með 3 lánasamningum sem allir eru með lokagjalddaga árið 2035 og stóð í 838 milljónum króna þann 31. desember 2020. Þessi endurfjármögnun léttir árlega greiðslubyrði hafnarinnar umtalsvert. Á óbreyttu er fyrirsjáanlegt að Reykjaneshöfn stendur ekki undir skuldbindingu sínum og áfram þarf að leita úrræða til þess að létta fjárhagslega skuldbindingar hafnarinnar og eða finna höfninni auknar tekjur og skapa henni þar með rekstrarhæfi til framtíðar. Ljóst er að heimsfaraldurinn COVID-19 mun hafa neikvæð áhrif á tekjur Reykjaneshafnar til skamms tíma og það er náttúrulega eins og bæjarfulltrúi með kunnugt fyrst og fremst vegna þess að allt flugulelsniti hefur farið höfnina og meðan það er lítið eða ekkert flogið og þá þarf ekkert elsniti. En það mun breytast hratt þegar dregur úr áhrifum faraldursins. Með endurfjármögnun á skuldbindingum gagnvart Lánasjóði sveitarfélaga og með samkomulagi frá 2019 milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar, þar sem fallið er frá vöxtum og verðbótum og skuldbindingum hafnarinnar gagnvart Reykjanesbæ fram til ársins 2023, er þó búið að tryggja rekstrarhæfi hafnarinnar fram að þeim tíma. Og lokum hér í þessari skýringu eignarhaldsfélagi Fasteign ehf. Á árinu 2020 nam hagnaður 10,6 milljónum króna, eigið fé í árslok 2020 nam 225,8 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi að meðtöldu hlutafé að fjárhæð 2,8 milljónum króna. Bókfært verð fjármögnunarlegu samnings í árslok 2020 nam 7.860,9 milljónum króna og er greiðandi þessara samninga eini hluthafi félagsins, það er Reykjanesbær. Nú ef við flettum aðeins í gegnum reikningin á öðru leyti, þá sjáum við að í rekstrarreikningi að rekstrartekjur nema alls 17.384 milljónum í bæjarsjóði og er í rauninni hærri heldur en við þorðum að vona þegar heimsfaraldur skall á. Það má meðal annars rekja til bara margvíslegra aðgerða meðal annars ríkisins og hærri framlag á jöfnunarsjóði sveitarfélaga heldur við höfum kannski búist við eða þorað að vona. En það skatttekjur og jöfnunarsjóð má lesa nánar í skýringu 4. Ég ætla bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á því. Í samstæðunni eru tekjurnar 25 miljardar 32 miljónir 628 og rekstrargjöld í bæjarsjóði nema alls 15 miljardum 995,201 og þar munar kannski mest laun og launatengd gjöld en það munar 1,5 miljardi á milli ára 2019 og 2020 á launum og launatengdum gjöldum sem er mikil hækkun sem á sér nokkra skýringar. Í fyrsta lagi þá voru miklar hækkanir fólgnar í þeim kjarasamningu sem gerðir voru og hafa verið að skila sér allt síðastlið ár inn í kerfið. Í öðru lagi þá hefur starfsmönnum fjölgað, annars vegar vegna þess að við höfum verið að auka við þjónustu og meðal annars tekið í notkun stapaskóla og við höfum bætt og fengið ný verkefni í málefnum fatlara en líka vegna átaksverkefna ýmiss konar sem við höfum tekið þátt í og fengið tekjur á móti frá ríkinu og þær eru í þjónustutekjunum. Þær tekjur er að finna í þjónustutekjum. Nú niðurstaðan úr þessu öllu saman
er svo að bæjarsjóður er rekinn í plús upp á 82 milljónir en upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 463 milljónum í plús, þannig að þarna munar 380 milljónum og það má sjá nánar í skýringu 28 og samstaðan sem nemur niðurstöðutalan jákvæð upp á 69,684 milljónir en upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 909 miljón króna plús, þarna munar 839 milljónum 839 og 972 milljónum króna, tæpum 840 milljónum og þetta er náttúrulega mikill munur. Í efnahagsreikningi á blaðsíðu 6 að þar vil ég fyrst vekja athygli bæjarfulltrúa á liðinu fasteignir, lóðir og lendur sem hækkar þarna tæpa 3 milljarða á milli ára eignamegin og það má fyrst og fremst og svo meira í samanteknu og þetta vegna eigna sem við höfum fært til bókar hjá okkur, Stapaskóli og svo eignir hjá HS Veitum líka og í skammtíma kröfum þá þarna óinnheimtar tekjur, ég bara svona pikka hérna út einhverja liði sem að hækka, þetta neðar á síðunni, sem hækka á 965 milljónum í 1352 milljónir og þetta má meðal annars rekja til þess að við breyttum verklagi hjá okkur í bókhaldinu eftir ábendingar bæjarfulltrúa og færum núna inn á síðasta ár tekjur sem að við áttum vona frá jöfnunarsjóði en komu venjulega ekki fyrir og núna ekki heldur fyrir 9. janúar en við höfðum áður fært bara á því ári sem þær bárust en núna færðum við þarna þá er þetta óinnheimtar tekjur á árinu. Þess vegna hækkar sá liður talsvert háa fjárhæðir. Og síðan í handbæru fé, bankainnistæður hækkar þarna tæpa 2 milljarða og það má meðal annars rekja til þessar endurfjármögnunar sem ég sagði ykkur frá áðan í gegnum LSS þar sem við tókum 3,5 milljarð upp í endurfjármögnun á skuld við LSR og við geymdum þá peninga í sjóðum bara yfir áramótin. Nú hinum einn, eigið og skuldir, þar eigið fé að vaksa í samanteknu 2,5 milljarð tæpan og skuldir við lánastofnanir aukast í langtímaskuldum rétt rúma 3 milljarða nettó og það þessi 3,5 milljarður sem við fengum hjá LSS sem ég er búinn að tala og ástæðan fyrir hækkun í samanteknu eignamegin meðal annars verðmat á eignum frá eignarhaldsfélaginu Fasteign sem var uppfært á árinu og já, það í sjálfu sér ekki meira þarna. Nú ég ætla ekki að fara mikið yfir sjóðstreymið, það skýrir sig nú nokkuð sjálft og við sjáum þessar tölur og þessi atriði sem ég hef verið að nefna birtast þar meðal annars. Ég ætla aðeins með leyfi forseta að hlaupa hérna að lokum bara yfir skýringarnar og vekja athygli bæjarfulltrúa á skýringu 4 það sem segir framlag jöfnunarsjóðs að það þarna nokkrir liðir meðal annars almennt grunnskólaframlag, framlag vegna málefna fatlara, framlag vegna sérþarfa fatlara nemenda, framlag vegna nýbúa og framlag vegna tónlistarnáms sem hærra heldur en áætlun gerir ráð fyrir sem vel og í skýringu 5 neðst á þessari sömu blaðsíðu þar að finna þessar tölur breytingar á stöðugildum og starfsmannafjölda og stöðugildum fjölgaði 83 á milli ára í bæjarsjóði en 81 nettó og það vegna þess að það voru tvö stöðugildi lögðu niður í einu af fyrirtækjunum í samstæðinni og það í starfsmannafjöldin það fjölgaði 79 starfsmenn á milli ára í bæjarsjóði en 77 í heildina út af sömu ástæðu. Og þá þetta nú að verða búið held ég. Mér langar hérna í sjá. Já, það kannski helst bara í skýringu 27
skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 eins og kom fram í upphafi að þar hefur skuldaviðmið í bæjarsjóði hækka úr 88 upp í 98,92% eða 10% stig og í samstæðin úr 110% í 122 og það búið að aftengja þessa fjármálareglu núna tímabundið en full ástæða fyrir okkur enga síður að vera á verði og passa að við missum þetta ekki frá okkur. Og á lokum, virðulegu forseti, skýring 28, þar að finna upphaflega fjárhagsáætlun sem að gera ráð fyrir 463 milljónum í plús í bæjarsjóði og 909 milljónum í samanteknu. Síðan dálkur þar við sem sýnir viðauka við fjárhagsáætlun sem að hafa verið samþykktir á síðasta ári, bæði í bæjarsjóði og svo í samstæðunni og þá þriðji dálkurinn undir hvorulið fjárhagsáætlun með viðaukum og það sú áætlun sem við erum í sjálfsögðu að miða allt saman við. Nú virðulegur forseti, ég hef lokið yfirferð á ársreikningi 2020, ég fús að svara hér spurningum ef einhverjar eru. Eins og ég sagði í upphafi málsmins að þá mun reikningurinn koma svo fyrir í bæjarráði og ásamt þessari greiningu launakostnaðar á milli ára. Við getum rætt málið þar en að öðru leyti gerir ráð fyrir að forseti vísi reikningnum svo til annar umræðu á næsta fundi sem þá 19. maí næstkomandi. Takk. Takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar svona að hafa örstutt aðeins þennan reikning. Ég hef verið að viðurkenna það að á tímabili á miðju sumri í fyrra þá voru við farin að hugsa ansi bratt og sáum fyrir okkur að þessi reikningur geti enda með ósköpum. Þannig voru fyrstu áhrif COVID á samfélagið okkar. Gríðarlegt atvinnuleysi og eins og sést á viðaukum í fjárhagsáætluninni að þá hafa miklu fjármunir farið í atriði sem tengjast COVID, mikið stórt atvinnuátak og þannig að við vorum nú svona frekar svartsýn þegar við fórum að líða á. En þegar upp í staðið að þá er ég nokkuð stoltur af þessu. Við vitum það að laun hækkuðu á síðasta árum 1,5 milljarð og lífeyrisskuldbindingar hækkuðu 500 milljónir með við árið undan. Þjónustukaupin hækkuðu 500 milljónir og síðan styrkir og framlögum 300 milljónir. Þannig að þarna koma náttúrulega stóru skýringarnar á breytingunum á fjárhagsáætluninni. En það er svona áhugavert þegar maður rýnir aðeins í reikningin að tekjurnar hjá okkur sem jukust 200 milljónir með við árið undan, 2019. En gjöldin aftur á móti voru 300 milljónum umfram. Gjöldin afsakið voru 2,6 milljörðum hærri og eins og ég sagði það eru launin, lífeyrisskuldbindingarnar og þjónustukaupin sem þar fóru. Það er margt áhugavert þegar maður rýnir í svona reikning til að mynda að 2019 var hlutfall launa af rekstrakostnaði sveitarfélagsins 43%. Á síðastliðnu ári fór þessi tala upp í 51% í hlutfallar rekstri. En á sama tíma þegar við skoðum 5 ár tilbaka þá hefur eiginfjár hlutfall Reykjanesbæjar batnað verulega úr 11% fyrir 5 árum síðan upp í tæp 24%. Önnur mismunandi hvað svið vaksa mest en á milli ára er það félagsþjónustan sem reynist okkur svona mesta hækkunin, það er rúmlega 20% hækkun á félagsþjónustu, enda ástandið mjög slæmt vegna atvinnuleysis og fjárhagsaðstoð hækka verulega og það er ljóst að það mun halda áfram á þessu ári. Það er líka áhugavert þegar maður rýnir í tölur að fasteignaskatturinn skilur okkur eingöngu 1600 milljónum inn til okkar en við gerum ráð fyrir 1800 milljónum. Þetta kemur í ljós að fasteignagjöldin hjá okkur, að fasteignaskatturinn er farin að vera lægri, fyrirtækjaskatturinn er með því lægsta sem er í sveitarfélögum og við sjáum það að ef við horfum 5 ár tilbaka að þá hafa tekjur af fasteignaskatt í raun og veru staðið í stað undanfarið 5 ár. Þrátt fyrir mikla fjölgun íbúa og vísitöluhækkun.
það er margt jákvætt í þessu sem við getum glaðst yfir og Kjartan bæjarstjóri nefndi hérna áðan að fjárhagur Reykjanesbæjar er sterkur, stendur vel og við munum þola þetta áfall og er ég sammála því. Svona til gamans, á þess að ég ætla að ræða einhver nánar í mál á þessu sinni, þá er það að rekstur Hafnarfjarðar á síðasta ári, þessum sveitarfélögum sem við berum okkur sama við, þar var reksturinn í mínus 1,7 milljarður. Akureyringarnir sviputala, fyrstu 6 mánuð uppgjörið á þeim var milljarður í mínus. Kópavogur er eina sveitarfélagið af öllum stóru sveitarfélögum sem skilar hagnað upp á 130 milljónir og síðan er Reykjanesbær sem skilar 82 milljónum. Mosfellsbær er með 700 milljónir í mínus, þannig að það er ljóst að flest sveitarfélög, stóru sveitarfélög sem við berum okkur saman við, eru að lenda í miklu áfalli, skuldir eru að aukast og rekstur neikvæður hjá þessum sveitarfélögum. Það eru einungis þessi 2 stóru sveitarfélög sem standa réttum yfir núllið og er ég ánægður með það. Ég vil bara líka nota tækifæri og þakka öllum starfsmönnum sem hafa unnið þennan reikning og verið með okkur í þessum slag allt síðastlið ár, færið þeim góða þakkir, sérstaklega Kjartani bæjarstjóra og svo kannski ekki síst að þakka íbúum fyrir þolinmæðina að það er varla vissum að ná okkur upp úr hruninu þegar að COVID kemur en saman erum við ansi sterk og er ég mjög ánægður þegar uppi staðið með þessa niðurstöðu og vonandi er uppsveiflan hafin og að þetta ár verði ekki eins slæmt eins og maður er svona hrættur við. Takk fyrir góðan reikning. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Þetta er náttúrulega bara ótrúleg niðurstaða eftir hremmingar síðast árs. Það er að segjast eins og er. Ég er bara búinn að lesa mig í gegnum blaðsíðu 2 en þetta er náttúrulega við eigum eftir að rýna þetta betur. Það eru nokkri lið bara í skýrslunni einmitt sem að ég hnaut samt um. Ég var smá tíma að átta mig á, í annarri málsgrein hefur verið að tala rekstrarreikninginn og það er flakkað á milli samstæðunar og bæjarsjóðs fram og tilbaka. Þannig að það tók mér smá tíma að púsla þessu upp og svo fannst mér að í 3. málsgrein þá var önnur málsgrein botnuð rekstra niðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphæðlegri fjárhagsáætlun var jákvæð 909 milljónir og svo framvegis og verið að tala frávik sem að passar voða vel við síðustu línunni í annarri málsgrein. Þannig að ég hefði haldið að þarna já, þú, ok. Já, þannig að þetta búið að taka mig rosalega langan tíma að átta mig á þessu og þurfti að fletta mikið fram og tilbaka. Nema hvað. Síðan var ég að reyna átta mig á með laun og laun til gjöld sveitarfélagsins námu 10 milljónum. Þá var það samstæðan en stöðugildi voru síðan 1096 og ég fann ekki þessa tölu 1096 stöðugildi. Nei, hún á að vera 1057. Ok, þá líður mér mun betur og geta að fara bara rólegur og sofa og bara til að hafa mikið með hennar fína ásreikning. Takk fyrir þetta, Baldur. Já, mér langar aðeins að fá að leggja orðið belg. Ég er eins og þeir sem hafa talað er bara glaður yfir þessari niðurstöðu sem er að birtast okkur hér í þessum reikningi. Bæjarstjóri fór ágætlega yfir þetta áðan og þær áætlanir sem við höfum gert og stöðuna eins og þetta leit út og niðurstöðunni sem hún kemur fyrir núna. Og þarna voru nefnda tölur eins og 900 milljónir á samstæðunni í hagnað og 460 milljónir í bæjarsjóði. Og ég minnist þess líka að tala sem ekki hefur verið nefnd hér var
útkomuspá fyrir 2020 sem að var lögð fyrir okkur einhvern tíman í haust, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær svo útkomuspá var til umræðu. En þar vorum við búin að skrifa inn sko 700 milljónir í mínus á bæjarsjóði. Og þannig leita nú bara út eins og bæjarfulltrúi Friðjón myndist á hér áðan. Að við værum að fara í verulegan halla með bæjarsjóð. En sem betur fer reyndist niðurstaðan önnur og við erum að sjá reikning bæði bæjarsjóðsreikninginn og samstæðreikninginn réttum við nullið. Það sem vekur athygli mína í sjálfu sér er að ég held að ég hef aldrei séð áður í reikningnum að afkoma samstæðunar hafi verið verri heldur en bæjarsjóðsins. Oftast ég held bara alltaf hefur bæjarsjóðurinn sjálfur verið lakari eða skila lægri tölu í niðurstöðu heldur en samstæðan. Og það eru kannski eins og hér hefur verið rakið nokkrar ástæður fyrir því að Hafnarsjóður er ekki að skila því sem hann reiknaði með að skila og síðan eru HS veitur þarna inni líka og þær eru heldur ekki að skila þeirri niðurstöðu sem vænst var. Þannig að sko tekjur HS veitna drógu saman einhverjar 300 eða 400 milljónir á milli ára sem þetta hefur áhrifin í samstæðan okkar sem að gera hana lakara sem því nemur. En svo er þetta bara margt annað sem að rétt er að skoða. Við erum, af því að við vorum að taka lán á síðasta ári og sem á að fara til uppgreiðslu annarra lána en vegna þess að sérstakt uppgreiðslugjald var á þessum lánum þá var það ekki fært á síðasta ári heldur lág þetta á milli ára. Þannig að bæði eignastaða og skuldastaða í reikninginu hjá okkur, efnahagsreikningnum er kannski aðeins öðruvísi heldur en hann ætti að vera og handbært fé kannski aðeins meira af því að við liggjum með peninga sem átt að fara í greiðslu á lánum. Þannig að ég held að í staðan fyrir að við séum með 8 milljarða þá er þetta einhverju 5,5 milljarðar held ég sem að handbært fé er í raun og veru þegar þetta lán er tekið til hliðar. Svo rétt sé nú á málum haldið í því sko. En það er auðvitað bara kraftaverk að við skulum vera að sýna reikning sem að er plús megin við strikið og ánægjulegt að þannig hafi tekist til í þessari óvaran sem að hefur nú leikið þetta samfélag okkar núna undan gengna mánuði með 25% atvinnuleysi. En orðið laust ef einhver vill tjá sig eitthvað frekar reikninginn en að öðru leyti Gunnar Þórhallsson gerði svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestur. Já, ég get nú tekið undir það að þetta er nú betra heldur en að kannski margir þorðu að vona. Tekjurnar hafa allavega aukist frá milli árana 2019 og 2020 en lítillega einungis. Það er hins vegar alveg augljóst að gjöldin hafa aukist mjög. Mér sýnist að ef maður miðað við hvern íbúa þá sé þetta 20% aukning á hvern íbúa og það er dálítið mikið, satt að segja. En maður hefði svo sem geta búist hverju sem er í þessari óvissu. En þetta verður erfitt áfram, það er alveg greinilegt og við þurfum að taka saman höndum og stefna að því að ná þessu niður sem allra fyrst þessum skuldum og svo framvegis. Jóhann Friðrik Geirsson.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kemur reikningurinn til fyrstu umræðu í bæjarstjórn og ég get tekið undir það, hann er betri en í bjóst við. Mér langar að þessu tilefni aðeins að rifja upp stöðuna eins og hún blasti við hér þegar COVID byrjaði. Við vorum á virkilega góðri leið og þó svo að þessi ársreikningur sýni það að skuldaviðmiðið okkar er ekki að fara upp úr öllu þaki, þá blasir samt við ef að heldur áfram sem horfir uppsveifla hér út úr COVID-faraldrinum. Við höfum á sama tíma og COVID hefur verið að gangi yfir verið að reyna að gefa í eins og ríkisstjórnin hvatti sveitarfélögin til þess að gera og sama tíma lækkað álögur og allt var þetta gert til þess að reyna að halda aftur af þeirri niðursveiflu sem að blasti við út af heimsfaraldrinum. Og Reykjanesbær er að skila þessum ásættanlega árangri fyrir vikið. Og það hefur verið góð samstaða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar í gegnum faraldurinn. Við sjáum núna að þrátt fyrir allt, 25% atvinnuleysi á tímabili, þá erum við að sjá út úr kófinu. Ég hef trú á því að atvinnuleysi muni fara hratt niður. Á sama tíma er alveg ljóst að íbúum í Reykjanesbæ mun halda áfram að fjölga. Við erum að taka ný hverfi brátt í uppbyggingu. Þannig að framtíðin er þrátt fyrir COVID og áföll björt í sveitarfélaginu. Ég taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari Þórarinssyni að við verðum að halda áfram að huga vel að því hvernig við erum að verja skattfé bæjarbúa og halda uppi ásættanlegu og góðu þjónustustigi í Reykjanesbæ á næstu árum. Við höfum, þegar allt kemur til alls, náð góðum árangri í endurfjármögnun. Við höfum verið að leggja drög að því að byggja hér íþróttahús við Stapaskóla, ýmsa framkvæmdir í gangi, ýmislegt jákvætt handan við hornið og ýmislegt vel verið gert. En þegar öll er á botninn hvolft, þá snýst þetta allt um það að leggja áherslu á það að nýta peningana sem best og hafa fyrirhyggju í rekstri sveitarfélagsins. Þessi fyrirhyggja sem betur fer gerði okkur það kleift að spýta eins í lófana í COVID. Við vitum aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér. Enginn bjóst hérna við heimsfaraldri og síst af öllu eldgosi. Þannig að hafa borð fyrir báru er mikilvægt. Okkur hefur tekist það og við þurfum að passa okkur á næstu árum að gera það áfram. Þannig að við getum alltaf brugðist við ef eitthvað ábjátar. Takk fyrir þetta. Já, við þurfum að halda áfram og við þurfum að lækka skuldir ef við getum gert það. Það er bara nauðsynlegt og kannski af því að við erum með sterka að eiginfjárstaðan hefur verið að batna hjá okkur, þá höfum við möguleika á því að framkvæma á þess að taka mikið af lánum. Það skiptir máli. Það sem auðvitað er athugunarvert eða ég fyrst allavega ég nýtum, það eru þessar miklu launabreitingar sem átt að hafa sér stað og hér hafa verið nefndar og ég held að hluti að þessum, við fengum ágæti skjal með sundurliðin á sem að fjármálastjóri sendi okkur samhliða reikningnum þar sem að farið er í þetta er sundurliða ágætla og við erum, þetta er stór pakki, þessi 1,5 milljarður sem við erum að tala um þarna. Einhver hluti af þessu er bara vegna átaksverkefna, eitthvað þar milli 200-300 milljónir held ég. Síðan eru bara kjarasamningar síðasta árs, bara mjög dýrir. Við þurftum að setja inn hérna í seinni partinn 2014.000 held ég á kennarana. Og ég er alveg vissum, núna eru kennarar með lausa samninga á árinu. Þannig það getur alveg, við
fyrir þetta beggja von í því, fyrir utan það að 1. maí tók gildi vinnutímastytting hjá vaktavinnufólki og það mun kosta sveitarfélagin talsverða fjármuni. Ef að markmiðið mun nást að fara niður í 32 tíma á viku, þá það veruleg breyting, kostnaðarbreyting fyrir þá sem að þurfa að bera þann brúsa. Þannig að við þurfum að gæta vel á okkur í sambandi við það. Og þetta auðvitað setur svo margt annað í erfiðleika. Við sjáum bara hjúkrunarheimilin, þó að við séum ekki að reka hjúkrunarheimili á okkar vegum, þá erum við með leigusamning við Hrafnistu og maður veit ekki hversu lengi Hrafnista hefur áhugaði að reka þetta ef þeir fá ekki einhverja bætur varandi þessar vinnutímabreytingar sem eiga sér staða hjá vaktavinnufólki. Þannig að það er ýmsar áskoranir sem bíða okkur á þessu ári og eins og Kjartan bæjarstjóri nefndi hér áðan, þá eru fjármálareglur sveitarfélaga ekki í gildi núna, en algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að reyna samt að horfa til þeirra því að það að skulda 50%, það er bara ekkert gott. Það er ekkert gott. Þráttur að við megum það, þannig að það er bara verkefni okkar að reyna, við eigum helst að vera undir 100%. Þannig að þetta skuldahlutfall kannski segir ykkur ekki alla söguna því að þarinn eru lífeyrisskuldbindingar sem greiðast alveg einhvers staðar út langt fram í framtíðinni og síðan eru það lán sem að við erum með á okkar vegum sem að við tókum til þess að fjármagna hjúkrunarheimili sem að við vorum í raun og vilja taka til þess að ríkið færa stað með þetta eftir hrunið. Þannig að það er ýmsir svona hlutir sem að draga þetta niður og að vera undir 100 er fínt og bara vonandi getum við haldið því áfram, en ég hef ekki séð að það séu fleiri sem hafa beðið orðið reikningin núna, en tillagan er þá þessi að við tökum ársreikningin til seinni umræðu 19. maí og þeir sem samþykkt geta þá tillögur beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá ágætu bæjarfulltrúar gerum við hlýja á fundinum á meðan gengið frá fundagerð, en við slítum útsetningu núna þar sem að fundagerð verður svo samþykkt rafrænt og ég segi því 610. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slítið.